Þetta Beyoncé Knowles hér með lagið Halo. Klukkan orðin rúmlega 4 á þessum mánudegi og beint á móti með situr maður sem hefur ekki setið því sæti í rúman mánuð. Einn myndalegsti maður Íslands, stelpunna truflast þegar hann í kringu þær og strákarnir vilja vera hann. Björn Bragi. Takk fyrir. Hvað segirðu? Takk fyrir mjög fallega kynningu. Nei, segir bara sannleikann. Já, ég segi rosalega gott. Það var rosalega gott að vera komin hingað til þín. Já, gaman að fá þig aftur. Þú ert búin að vera alveg í 4 eða 5 vikna fríi. Já, svona hafa það kósí. Ég er nú ekki búin að vera í fríi samt. Ég er bara búin að vera í fríi frá útvarpinu. Já, þú ert búin að vera búið til sjónvarp og svona. Já. Þetta var orðið of mikið fyrir á tímabilið, ekki? Jú. Þú varst aðeins að kúpla út. Þetta akkur klærið eins og þetta hafi ekki verið mikið. Nei, ég er að segja það. Television and radio and comedy. Já, þú þurfti bara aðeins að kúpla út og þú sagði við mig að þú ætlar að finna sjálfa þig. Ertu búin að finna þig? Já, ég fór til Indlands og var þar í þorpi í 4 vikur og fann sjálfa mig. Og þar varstu? Já, þar var ég. Ég er enda ég hef oft hugsað þetta. Það væri ógeðslega gaman að fara bara eitthvað til Indlands eða fara eitthvað til Asíu bara einn til að reyna að finna sjálfan sig. Já. Ég held samt að ég myndi finna mig mjög snemma og byrja að leiðast. Ég held að það væri svona, ég er ekki Julia Roberts í einhverju bíómynd. Nei, ég held það yrði aldrei eitthvað svona life-changing fyrir mig. Ég held að ég myndi týna sjálfum mér. Já, ég líka. Góður punktur. Ég held að ég myndi verða bara ruglaður. Menn eins og ég og þú eiga bara heima hérna í borginni bara í öruleiti. Já, ég meina, ég finn sjálfum mig bara niður í bæ. Þú ættir þetta heima á Benidorm. Nei, ég er ekki Benidorm, Egill Gilsarinn, hann ætti heima þar. Já, þú Tenerife maður. Já, ég hugsa Las Vegas. Í svona London, Vegas. Atlantic City. Já, Bandaríkin. Ákveður nefna bara einhverja borgir þar sem spilafíkn og annað. Bara hvar sem í Bandaríkjunum. Spil og áfengi. New York, þar á ég heima. Hættu þessu. Írland, já. Við verðum með stútfullan þáttinn handa ykkur í dag, kæru hlustendur. Við ætlum að fara í, barnalandið, þess sem búið að vera í pásu ásamt Bjössa. Með misnótkunnir á sínu stað, sturla staðarindir, slúður. Við ætlum að ringja í Steinda Junior eftir því að, er ímislegt sem ég þarf að ræða við þig varðandi helgina, Bjössi. Já, nákvæmlega. Hvernig var helgina þér? Þú náttúrulega varst í ammálinu á föstudaginn. Já, þá fögnuðu við bræðurnir hérna eins árs afmæli. Já. FM 95 Blöð, barnið okkar. Gerðu eitthvað á laugardeginum? Þá var ég öllu rólegri. Já. Þú varst reyndar rólegastur á okkur öllum á föstudaginn líka. Já, ég orðinn svo þroskaður. Já, varst farin heim bara hvað, 1 eitthvað? Bara 12:01. Já, svo rólegur. Ég veit það. Er það eitthvað tengt löð? Nei, bara rólegur. Bara rólegur. En viljum að fá hér... Ég er ekki að segja að ég sé líka fullur af löf. Nei, ertu ekki fullur af löf? Jú, ég er að segja það. Já, það er bara, ég öfundaði. Ég var fullur af ógeði. Þessum mánudum, blautt úti, dimmt og, mánudagur. Þetta við ætlum að reyna svona að stytta ykkur stundir í dag við Bjössi. Já. Það hálf ógeðslegt að líta út bara. Grenjandi rigning. Þetta dagur fyrir lagið Society með Eddie Vedder. Já, Society verður að spila hér með Eddie Vedder. En ég ætla ekki bara að vera með rólega tónlist. Nei, bara partytónlist. Já, svona inn á milli, eins og þarna áðan. Give me everything, það er partí. Ég skal hringja bjöllunni reglulega. Veistu hvað, við getum líka þurft að tala eins við Hjöppa. Já. Því að það eru margir búin að koma upp að mér, við tókum náttúrulega live performance á laginu okkar á föstudaginn í afmælisþættinum og það hafa fleiri en 2 og fleiri en 3 sagt við mig þetta heppnast vel fyrir utan það að Hjörvar væri versti söngvari sem það hefði heyrt. Sko, ég verð bara heyrt í ever. Ég verð að taka upp hanskan fyrir Hjöpavinn minn. Okay. Við vorum svona aðeins áður en það byrjaði, þá var eitthvað, munum við ekki allir línunar og eitthvað svona sko, og þá heyrði hann taka línunar sína mjög vel sko, eiginlega óaðfinnanlega. En ekki í laginu sjálfu? Nei, það er eins og hann hafi aðeins sko bugast þegar það komið stóra hann er orðið stressaður eða eitthvað. Já. Og það voru rosa margir að tala um það. Já. Ég geti jafnvel að syngja í Hjöppa eftir og spyrja hvað gegn. Já, við þurfum kannski að senda hann bara í söngtíma sko. Já, Hjöppi er ekki góður söngvari. Ég er ekki góður söngvari, skelfilegur. Þú ert ágætur, en Hjöppi er bara vondur söngvari. Já, það er rétt. Og hann á bara ekkert að syngja. Þurfum við ekki að hækka í bítun undir svo að það sé meira partí, svona partíðáttur? Þetta er nýtt bít. Já, það komið nýtt bít. Það er eins ás. Já, veit það. Búið að setja nýtt bít en ég ætla að... Þetta er svolítið svona cool. Já, þetta er mjög töff sko. Dulafullt. Já, mjög dulafullt og töff, það er besta við þetta. Ok. Ég ætla að fara núna í slúðrið og... Það er svolítið það sem þú ert samt, dulafullur og töff. Takk. Ég ætla að byrja slúðrið á Miley Cyrus, en það er verið að bjóða henni $1 million, eða 130 milljónir, fyrir að leika í klámmynd. Hún sem sagt var að gefa út eitthvað vídeo daginn sem að þótti við svona gríðarlega sexy og það er einhver... miljardamæringur sem á eitthvað klámfyrirtæki sem er að bjóða henni og einhverjari Jessie Andrews að leika saman í atriði
og það myndi báða fá $1 million á kjaft. Fyrir Jesse Andrews. Ekki hugmynd og ég ekki bara að segja þetta til að þykjast ekki vita, ég veit bara, ég aldrei hefði þetta þar. Klámleikona? Já, sem sagt einhver klámleikona. Ég að fletta henni upp hérna. Þetta American Pornographic Actress, hún samt bara sko 20. Já, þetta hálf ógeðslegt og hún, sem sagt Miley Cyrus, hún ekki bara 20 líka. Það verður að bjóða $1 million á haus en samkvæmt þessum fréttum að þá mun Miley Cyrus sennilega segja nei við þessu tilboði. Já. En það ekki skrítið, sko máli Bjössi, hvað þyrftir þú mikið fyrir að leika í svona bíómynd? 300.000. 300.000 og frýtt far á svæðið. Frýtt far. Já. Og kaldan á krananum. Sko, ég persónulega ætti mjög erfitt með að hafna $1 million. Þetta myndi náttúrulega breyta lífið mínu, en ég myndi ekki, þú veist, ég ekki að segja að ég myndi segja já við þessu. Ég myndi segja já við þessu fyrir $1 million. Já, en hún hefur ekkert veit að gera, sko, Miley Cyrus. Ég hef sko enga sjálfsvirðingu. Þetta 130 milljónir. Já. Já, ég veit að ég svei mig þá ef ég fær ekki á svín fyrir þann penning maður, en ég Ef þetta svart. Já, allt bara í umslæði, nei, ég veit það, en hún sko ánáttalega miklu meiri peningar við, fattur við. Það sem ég að hugsa, það þess að hún þarf ekkert að gera þetta. Þetta fyrir hana bara eins og, þú veist, 20.000 fyrir þig. Já, eins og það bjóða manni bara eitthvað, já. Þannig að ég hugsa að hún slepp þessu og ég ekki hissa. Nei. En sko gaurinn sem að biðja þetta nettu pervert í honum. Já, en skrítið samt, nú var ég að fletta þessu upp þessari Jessie vinkonuðinni. Skrítið að vera honum bara fræg klámmyndaleikona bara, veist, hún fædd 1992. Það eiginlega bara ógeðslegt. Já, þú veist, sem þýðir að hún var ekki að byrja bara í fyrradag, sko. Veist, það langt síðan hún byrjaði. Það ekki 18 ára aldrei. Jú, en þú veist, já, ok, 18 ára. Það mjög klikkað, sko. Já, ég veit það, það eiginlega bara sikk og við skulum ræða eitthvað annað. Ég ætla að segja þér. Bara betur yfir þetta í lok þáttarins. Já, kannski lokin. En já, nú Disney búið að kaupa Lucasfilms og eiga því rétti núna á Star Wars og ætla að koma með nýja Star Wars mynd á 2 ára fresti og næsta Star Wars mynd á að koma út 2015 og nú verið að tala að Zac Efron muni leika Luke Skywalker. Og ég finn alveg einhverja Star Wars 800 úti núna að heyra sem það er bara svona býta sig í puttana. Zac Efron að fara að leika Luke Skywalker eftir 2 ár. Já, það eitthvað skrítið við það. Það bara eitthvað rangt við það. Og Walt Disney skulle eiga Star Wars og ætla að koma með mynd og 2 ára fresti, þetta verður eitthvað horfbíður. Það eitthvað sem segir mér að Jar Jar Binks að fara að koma með stórt hlutverk í næstu. Já, en Zac Efron rosalega fallegur maður. Já, það alveg ágætis strákurinn. Hann bara einhvern veginn, þú tengir hann ekki við Star Wars. Nei. Svo ætla enda hann að slúðupakka á Leonardo DiCaprio en hann á lausu aftur stúlkur. Hann hættur með Victoria's Secret supermodelinu Erin Heatherton. Já, Heatherton, hún 23 ára, hann 37 ára en þau hafa ákveðið að fara sikkur áttina og því DiCaprio á lausu. Já. Það ekki fyrsta fyrirsættan sem hann hætti með, hann voðalegu vesinn að finna það. Hann svolítið í fyrirsættanum, sko. Já. Það hans. Það kannski hans bara feill. Já, að vera bara í fyrirsættum. Já, það ekki að virka. Nei. Það bara að fara að kynast einhverju góðri konu, held ég. Já. Sveimið það. Já. Þetta var slúðupakki dagsins. En það komið hér á stað Calvin Harris og Florence and the Machine. Agent.is kynnir í samstarfi við Carlsberg YOLO Hip-Hop Festival á Þýskabarnum frá 7. til 11. nóvember. Að ræða 4 kvöld þar sem allir helstu rapparar landsins koma fram ásamt sérstökum gestum Hopsin og Dizzy Rap. Fylgstu vel með á FM 957 og þú getur unni miða. Forsala miðar hafinn á miði.is og í skór.is kringlunni. Nánari upplýsingar færðu á agent.is. Þú færð skjóta og góða hjálparaþjónustu hjá N1. Rendu við hjá okkur þegar þér hentar. N1, meira í leiðinni í allan vetur. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Það hárrétt til að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Öddu og Bjössi með ykkur til 6 í dag og eins og flesti vita þá áttu við strákarnir í FM 95 Blö 5 ára afmæli. Nei, 5 ára, eins og afmæli núna á föstudaginn. Segja alltaf 5 ára afmæli. Já, ég fíla það. Heldur að við munum eiga 5 ára afmæli? Ég vona það.
Þetta verður 5 ára í daginn. Já. Það var gaman. Og ég spilaði á föstudaginn. Þá valdi ég fór ég yfir það sem að fólk var að biðja á Facebookinu. Yfir svona hvað væri vinsælasta atriðið í sögu þáttarins. Núna því við erum búin að vera 1 ár í loftinu. Og ég fór svona að telja saman hvað var í fyrsta, öðru, þriðja, fjórða og 5. Og við ætlum nú ekki að spila öll atriðin í þessum þætti í dag við Bjössi. Við erum með hellinga 9 stöð fyrir þetta líka. En við erum samt öllum svona að rifja upp 3 bestu sem að koma. Það var sem sagt, hvað segir Kjellin með Begga var valið vinsælast. Já, það var mjög gott. Og mjög gott og við spilum það á föstudaginn. En það eru fleiri þarna sem að fengu ansi mörg atkvæði og meðal annars þetta hér sem við ætlum að spila, þetta er þegar Aron Pálmarsson er að ljúga mömmu sinni að hann sé að fara að verða pappi hér í FM 95 Blöð. Hann kom sem gestastjórnandi og við skulum heyra hvernig það gekk þegar Aron er að ljúga mömmu sinni að það sé eitthvað stelpa í Þýskalandi ólíkt eftir hann. FM 957 og það er komin nettur fiðringur í mig því að ég kom með skelfilega áskorun á hérna Aron greið. Það er símat í mömmans og fyrir ykkur sem að hlustið reglulega þá veitum við það að við hrekkjum svolítið mömmur okkar hér í þessum þætti og líka hjá gestunum sem koma og ég er búinn að ná að dobla Aron hérna í það að syngja mömmu sína og segi henni að hann eigi von á barni. Það er kannski ekki þú, en þýsk stúlka sem þú hefur átt vingott með. Svona stuttu eftir að þau eruð meistarar. Þetta er svo ljótt. Þetta er ljótt, sko. Ég hlakka samt pínu til. Ok, hvernig er mamma? Er hún hress á þig? Já, hún er hress á þig, sko, en hún verður svo... Hún er ekkert eftir að brjálast, ég þekki henni rétt, þá verður hún bara svona... Ég vil að ég helst aftur ekki segja neitt. Ég hef náttúrulega aldrei sagt þetta við hann og það hefur náttúrulega aldrei gerst fyrir mig, en þetta er nýtt. Þetta er nýtt. Herru, við ætlum að prófa þetta samt. Ég ætla að hringja hérna í hana. Og þetta er þjóðveri sem ég bara fór með heim. Já, eftir urðu meistarar og segðu bara við hann og þekkir hann ekkert og eitthvað. Ok, ég þekki hann bara ekkert. Nei. Ok. En hún var með gemsanúmerið þitt. Já, ok. Heiða. Hæ, mamma mín, Aron hérna. Hæ, mamma Hæ. mín, Aron, hvað segirðu? Fínt en þú? Ágætur, ég er hérna heim hjá Sverri, síminn út í bíl og svona ákveð, ég var nú eiginlega bara að hringja í þig. Já. Ég ertu ein eða? Nei. Er pabbi hérna hjá þér? Mhm. Ok. Ég var að fá svolítið leiðilegt símtal. Frá Þýskalandi. og? Eftir við urðum meistarar. Já. Þá fór ég heim með einni stelpu og svaf hjá henni og hún er vist ólétt. Í Þýskalandi? Í Þýskalandi. Frá Köln. Eftir að þetta var Champions League, eftir að við unnum þar. Það er það? Já. Já, ég finnst þetta náttúrulega bara kannski gleðifréttir, sko, en... Já, mamma, þetta er bara stelpa sem ég veit ekkert hver er og hún býr í Köln, sko. Ég veit það. Ég er að bilast og stressi, sko. Ég veit það, sko. Ég finn ofsalega til með þér. Já, hún er bara búin að segja, skilur, alltaf eiga það og bara, hún er svona, að því ég náttúrulega, hún var ekki nett í símanum, skilur. Henni finnst það, hún sagði bara, ég ætla bara að eiga það, að þetta er þú. Hæ? Já, hún sagði... það svona? Já, þetta hefur einhver annars sá hún veit að hún fær alltaf með lögin og allt það, þannig að hún ætla bara að taka þetta alla leið svona sá hún. Þetta segir mér satt á hún? Já, heldur ég var að hringi og bara ljúga þér? Nei, ég bara... Já. Ég er í algjöru stresskasti, sko. Hvað er hún komin langt? Þetta er náttúrulega lok maí sem þetta gerðist. Já, hún er komin 1 mánuð. Já, hún kom 1 mánuð, sko. Var hún bara í það testi bara núna? Hún var bara í testinu og sagðist að það verið í morgun. Og hvað? Ég er að hringi þig, hvað á ég að gera? Mér líður Þetta er ekkert alvarlegt. Var þetta svala? Já. Nei, ég Það er það. Ég er ángríns, mér líður svo illa núna, sko, þetta er ömulegt. Akkur kemur ekki bara til okkar? Nei, þetta er ekki það, hvað er ekki að koma á morgun, er ekki með bústaða? Jú. Já, ég er ekki þannig ömulegt, ég bara, hvað á ég að gera, skilur? Hvernig hún talar og allt það, ég veit bara ekkert... Varstu ekki að nota neitt, eða? Nei, þú veist hvernig það var eftir við unnum titilinu eitthvað og er maður ekkert að hugsa. Já, en þetta er alveg... Það segir sér bara að það verður að passa, þær vilja vera óléttar, sko. Já, kannski vilja það, já, þessi greinilega. Þær vilja það. Já, ok, en þetta er samt, þetta er ömulegt, sko. Ég hef ekki talað við henn eftir þetta var bara eitthvað svona one night stand, skilur, bara... Já. Er hún bara alveg ákveðin í því? Já, hún sagði bara, ég meina, þú ert bara pappi, þú ert bara að vera pappi. Hvað er hún gömul? Gömul og á barn fyrir, sko. Hvað er hún að hugsa? Já, nákvæmlega, með einhverjum öðrum þjóðverja, sko. Þú veist, einhverjum handboltamanni, sagði hún, sko. Hún vildi ekki segja... Já, það ekki? Jú. Það bara raða niður með ykkur? Já, hún vildi ekki segja mig hver það var, sko. En hún sagði að hann væri, skilur, þú veist, landsliðsmaður, sko. Ertu þetta djókinn? Ég segi nú Aron minn, þetta eru ekki veikindi eða
ég er bara rosalega fegin að segja þá festafrekar en eitthvað svoleið, sko. Já. Ég fikk alveg áfall, sko, þú veist, ég held bara að það væri eitthvað svoleið, sko. Já, ég skil það kannski hvernig ég byrjaði símtalið, en þetta er samtalið... Já, þannig að ég, sko, í rauninni, ég get náttúrulega aldrei glaðst nema yfir því að horfingja og allt það, sko. Já, en svo er ekkert mamma, ég er ekkert viss að ég fái eitthvað að sjá barnið, skilur. Nei. Hún er bara að eltast við peninginn og henni er alveg sama út hún eigi 2 börn og... En þú ert náttúrulega ekki giftur henni. Nei. Svo ég líka barn með henni, þetta er Auðun Blöndal. Veistu það, er þetta ekki Aron? Jú, þetta er Aron, hann er þetta hjá mér Rauta Blöð í FM 95 Blöð. Veistu það, hérna úti, ég rauk hérna út úr bílnum, ég stend hérna einhvers staðar í okkur flatneski og þau eru öskrandi á mig, maðurinn minn og dóttir minn. Ég þetta er ekki alveg loften. Veistu það, Jesús, neini, ég er svo fegin, þetta er þú og þá. Varstu ekki ánægð að heyra þetta? Er ég ánægð? Jesús mér, þú veist, ég meina, svo er þetta svo blendnar tilfinningar. Já, þið langar allt og mikið að verða amma, ég heyri það, sko. Já. Þú veist þannig að, en maður segir sem minnskir, auðvitað er ég í sjokki af því þú ert í sjokki. Já, ég var bara alveg í mínu. Hún var, held ég bara tilbúin að segja mig þá að verða amma. Þetta var mamma Arons. Ég var svo ánægð með hana, þetta eru góð viðbrögð hjá henni. Já, hún var alveg pollróleg. Sallaróleg bara og ekkert að stressa, það er engin veikur, það er engin meittur, allir góðir, sko. Já. Ána bara að fá erfingja. Já, þær vilja þetta. Já, ég held að þær vilja þetta. Það er klassísk lína. Þetta var eitt gamalt og gott hér í tilefni af eins á saman. Við ætlum að spila kannski eitthvað svona 2 vinsalustu atriðin í viðbót. En fáum hins vegar núna She-Wolf með David Guetta, vinsalasta lag á stöðunni núna, og svo er það Sturlaðar staðreyndir. Já. Ertu til í það? Það líst mér á. Það eru konar nýja reglu þar. Já, farið við þetta smá. Þetta er eitt heitasta lagið á klaganum í dag, She-Wolf, Falling to Pieces, hér með David Guetta. Og já, Sí, sem er víst að syngja hérna með henni. Það er mánudagur, skítaveður, dimmt, blautt. Þetta er svona ekta mánudagar sem ég hlakka til. Ekki það að mér finnst mjög gaman í vinnunni minni. En þegar ég er búinn í vinnunni, þegar sækir mér örugglega sushi eða eitthvað á leiðinni heim. Já, mánudagssushið. Já, mánudagssushi, og svo ætlum ég bara að hanga og glápa á þætti í allt. Já, það er ljúft á mánudagskvöldum. Já, þetta verður mjög kósí mánudagskvöld hjá Blöð. Ég er einmitt að stefna á svipaðan pakka í kvöld, seint í kvöld að kíkja eins og þetta. Ég er að horfa á nýjan þátt núna, þú veist, sem er nýr fyrir mér, hann er nú ekki nýr fyrir öllum, sem er Homeland. Já, ég var aldrei, horfðu á það? Nei, Varstu að horfa á seríu 2 eða? Nei, ég var bara að byrja á þessum helgina, byrja á fyrstu seríunni. Já, ok. Búinn með einhverja 7 þætti í fyrstu seríu af 7 af 12. Veistla? Já, þetta eru geggjaðir. Já, þetta eru stórkostlega þetta. Ég er ógeðslega ánægður með þá. Þetta er að því að ég talaði mikið um Breaking Bad hérna í þessum útastætti okkar. Ég er komin inn í það núna. Já. Ég byrjar á 5. seríu. Ég tók 4 seríur á no time. Já, ég er svona rugglaði þegar ég byrja, sko. Já, elskar ekki Breaking Bad. Jó, mér finnst þið mjög góður. Já, mér vantaði eitthvað til að fylla inn í tómið sem Breaking Bad skildi eftir þegar það fór í pásu núna. Já, og þá tókstu Homeland. Homeland eru geggjaðir líka. Já, þeir eru svo sannarlega að standa fyrir sínu, sko. Svo er ég líka dottin inn í nýtt, Sons of Anarchy. Já. Hefur horft á það? Nei, ég hef ekki horft á það, sko. Ég líka það klikkar að núna langar mig bara eiga mótuhjól. Ég lifi mig svolítið inn í þess að þætti. Varstu líka í Game of Thrones, eða? Já. Sko, ég var að... Það langaði mig að vera töframur, Já, ég var að horfa, að tala við hann Svessa B. Chubby Little Loverboy. Já, bara áðan Game of Thrones, sko, og ég var eitthvað að spyrja, er eitthvað varið í það? Og hann eitthvað... Það eru geggjað þetta, maður. Já, það var svo fyndið það, því að þá var hann, sko, já, þetta er ef þú ert svona að fíla svona smá ævintýra, samt ekki þannig að þessu dvergar, sko. Og ég var eitthvað að reyna að spyrja útskýringu á því, sko. Og þá var hann að menna svona, þú veist, þetta eru svona dvergar en bara dvergar sem eru til í alvörunni, ekki, þú veist, dvergaætt, skilur. Þetta er ekki alvar og eitthvað svona geta þér. Já, eða svona, þú veist, eins og í, sko, Lord of the Rings var ekki eitthvað, þú veist, það er eitthvað hópur, það er eitthvað svona... Já, það er svona Battle Dwarfs og eitthvað svona. Já. Ég, sko... Svona World of Warcraft dvergar eitthvað. Leið ára komin einhverju svoleiðis dvergar, þá bara hleyp ég í burtu, sko. Já, það er mikið kæft að þeim. Já. En það er, þú voru væntanlega búin að horfa á Antúras og allt þetta, ekki? Nei. Og áttu það inni. Já, ég og í hverju öfundaði maður? Ég, sko, ég á alveg eftir að detta inn í það. Ég byrjaði eitthvað aðeins á því, sko. Já, það er veistla. Trúðu mér. En sko, talandum að þú varst að segja að þú tækir svona sessjón þar sem hún bara horfir bara viðstöðulaust. Já. Hann Allan vinnu minn, sem er tökumaður tíundu kynslóðarinnar. Já. Hann var að
horfa á, hann datt inn í Lost aftur helgina. Ég fekk ógeð af því. Já, nákvæmlega. En hann fekk ekki ógeð, hann horfði á Lost í 17 klukkutíma án þess að stoppa helgina. Jú. Og hann byrjaði kl. 5 dag og fór að sofa kl. 10 morgunin eftir. Hann orðið 17 klukkutíma samfleytt og samtals í 27,5 tíma helgina. Hann reiknaði út. Já, að hann horfði hann reiknaði út hvað hann horfði marga þetta. Hver þáttur minni með 40 mínútur og hann horfði á 41 Losta helgina sem eru meir en sólarhringur af sjónvarpsefni og þetta bara frá föstudegi til sunnudags núna helgina. Hver horfir á 41 þátt af einhverju yfir eina helgi? Shit, hvað mikið maður. Þetta bara jaða við bara, þetta er örugglega hættulegt. Ég veit líka þetta svo, ég til dæmis, ég var að horfa á Homeland í gær og horfði á Lost. Ég veit það, ég horfði á svona 4 þætti í röð og ég var eitthvað, shit, hvað, ég mun að horfa á eitthvað 3 tíma þetta er ómikið, En nei, hann bara byrjaði kl. 5 dag, fór að sofa 10 morgunin eftir. Það er ekkert smávelgætt, en hefur ekki átt lendið því að þú ert orðin sippinn, ert að fara, 8 farin að sofa, en þú ert bara að horfa svo geggja þætti að þú tímið ekki, þó að klukkan sé orðin 3 nóttin og þú ert að vakna 8 eða 9, þú bara fokkt í tekkeitnin. Já, líka sérstaklega þegar svona þættir eins og Homeland og eins og Breaking Bad og svona. Já, svona spennandi. Já, þegar það er eitthvað mál í gangi og það er eitthvað í hættu eða eitthvað bla skilur í gangi og maður verður að vita hvernig það fer. Þá er maður, ok, ég verð að horfa inn í næsta þátt, svo klárar maður hann. Ég veit það, þetta er hættulegt, svona sjónvarpsgláp. Við ætlum að fá hér föstudagslagið síðan á síðasta fösta. Það er Diamonds með Rihanna, en hér er það Chubby Little Shine Bright Like a Diamond, en hér er það Sverrir Bergman sem er að syngja. Sér koma þessum svo er það Sturla staðreyndir. Já. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea, I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy, rise to the universe. Það komið að því. Eldhúspartí FM 957 í samstarfi við Heineken og Blink. 3 fimmtudagi í nóvember á skemmtistaðnum austur í hjarta Reykjavíkur. Fyrsta eldhúspartíð verður haldið 50-dagskvöldið 8. nóvember. Þá koma fram Sigur, Sverrir Bergman, Þórunn Antonía og Jónas Sigurðsson. Húsið opnar klukkan 21. Elías Fannar, trúbador FM 957 2012, hitar upp. Fylgstu vel með á FM 957 og þú getur nælt þér í borð fyrir 4 sem inniheldur glaðning frá Heineken. Taktu kvöldið frá og komdu í eldhúspartí FM 957 á Austur. Heineken, Blink og FM 957. Það er Heineken sem gefur tóninn. Ef þú ferðir middur frá Blink, ertu alltaf með partí í vasanum. Fæst í 5 bragðtegundum í næstu verslun. Agent.is og Carlsberg kynna YOLO á Þýskabarnum. 7. til 11. nóvember. 4 hip-hop kvöld þar sem meðal annars Hobson, Dizzy Wright, Úlfur, Blas Rocka og margir fleiri koma fram. Forsala miða er hafin í skór.is kringlunni og á miði.is. Nánar upplýsingar er að finna inn á agent.is. iPad, aldrei á hvolfi, aldrei öfugur og aldrei ruglandi. Epli.is, Laugavegi 182 og Smáralind. FM 95 lög á FM 957. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Það er rétt, Perform.is með topp fæðubótaefni, en við sitjum hérna, ég og Bjössi, og verðum með ykkur til 6 í dag. Við erum með ýmislegt á okkar könnu hér, það styttist í Sturla staðreyndir sem ég held á hér, svo er það Barnalandið, við ætlum að fara í netmisnótkunna ásamt því að halda áfram að spila svona nokkur gömul og góð atriði frá síðast ári. Já. Það sem að við verðum nú eins ás á föstudaginn. En ertu tilbúin í Sturla staðreyndir? Ég er svo tilbúinn. Já, það eru komið smá breytingar. Hversu sturlaðar eru þær? Ég er með nokkra mjög góður í dag. Okay. Ég var að fara yfir á hann og mér er gaman að skrifa það niður. Okay.
En í nýju reglunum, þá var eitt af þessu kjaftaði. Og þú átt að reyna að giska hvað af þessu var eitthvað sem ég bjóð til. Ok. Ertu tilbúinn? Ég ætla líka að gefa stjörnur. Já, ok. Á alla staðarinnar. Takk fyrir það. Okay. Þá byrjum við hér. Kvenkyns kolkrabbar lýsast upp þegar þeir verða ástfangnir. Ok. Þetta er eitt mjög jákvætt við þetta. Að ef þetta væri svona með kvenfólk, þá segjum bara út staturinn á austur, að tala eitthvað stelpu, hún byrjar að lýsast upp, þá er það bara, wow, herru, kallinn að gera eitthvað rétt. Já, mér finnst þetta mjög fallegt og fallegt bara og áhugavert. Ég ætla að gefa þessi 4,5 stjörnur á mögulegum. Það er ekkert annað maður. Mjög vel kallinn í góðu skapi. Herru, svo er það næsta. Það var góð staðreynd. Já, mjög fallegt. Fyrsta Paranormal Activity myndin kostaði $15,000 í framleiðslu en er búin að þéna að það er bara $197 milljónir. Það er ágætis hagnaðar á einni mynd. Þetta finnst mér líka mjög skemmtileg staðreynd. Þetta er líka alvöru staðreynd. Þetta er alvöru staðreynd. Og hún kostar eitthvað 2 milljónir að gera. Já. En er komin í 200-130, einhverja milljarða bara. Já, þetta er geggjað. Gætum við ekki gert eitthvað svona? Ég og þú. Já. Væri það ekki svona eitthvað Öddi og Bjölli að flippa? Myndur hún ekki vera svoleiðismynd? Já, ég meina. Og eitthvað með kameru bara Þetta þyrfti að vera eitthvað scary shit eða eitthvað sko. Ég held að enginn myndi vera hræddur um neitt sem við gerum. Nei, reyndar. Mér langar í svona pening. Já, þá langar maður að kynna þig fyrir veðmálum. Ég ætla að gefa þessari staðreynd 4 stjörnur. 4 stjörnur, ok. Þá er það næsta. Tungan í tígrisdýri er það gróf að hún getur sleikt málningu af húsum. Vá. Já, þetta fannst mér áhugavert. Hún hefur komið áður en mér alveg sama. Þetta er svo magna. Bara að tígrisdýri er heima þeirra í garðinum. Herru, maður sjá þetta hús og tekur bara málningun af. Spáði krafti. Sturlað tígrisdýr, segi ég. Já. Ég gef þessu 4 stjörnur. Já, þakka fyrir það. Svo er næsta. Meðan við gengi í dag, þetta veit ég að þú myndi hafa gaman að. Okay. Því að þetta var svona akkurat sem ég hugsaði, þannig að miðin væri á þetta. Ok. Meðan við gengi í dag, myndi miði á first class í Titanic kosta $100,000 eða 12,5 milljón einn miði. Wow. Þannig að þið getur rétt ímyndað eitthvað kæru hlustundur hvað þetta fólk átti mikið pening sem var á first class í Titanic á sínum tíma. Það átti ekki skilja að deyja. Nei, svo við hefum viljað sjá fátæka fyrir ykkar skipinu. Enda er talað þessu mikið að skartgripum en það og svona sko. Ég veit þú ert að fýblast. En ég veit ekki hvort að segja þetta The Necklace eins og í bíómyndinni en það var talað það. Out of the Ocean. Já, það væri rosalega mikið að verðmætum að það og nú veit ég akkur, ég meina miðið einhverstað 12 milljónir. Já, hérna heldur að menn hljóta hafa reynt mikið að komast þangað til þess að ræna þessum skartgripum. Ekki spurning. Svo er næsta, í Minnesota í Bandaríkjunum er ólöglegt að stunda kynlíf með fiskum. Já. Ræsandi. Ég ætla að segja að þetta sé falsa staðreyndin. Ok. Ég er ekki búinn. Nei, ég ætla bara ekki. En hvað ætlar að gefa þessu stjörnum? Ég ætla að gefa þessu 2 stjörnur. En ég ætla að gefa Titanic 4 stjörnur. Ok. Og svo er það næsta. Þú getur veslað löglegt mannaleður. Veski úr mannsleðri kostar $14 eða 2 milljónir. Þetta gæti líka verið bullshit. Stendur ekkert hvað er þetta á að vera? Nei, það er hægt að kaupa mannsleður. Einhver bara að kaupa veski sem er bara gert úr mannaskinni sko. Og það er löglegt, það stendur hérna sérstaklega. Karlmenn, hvað ætlar að gefa þessu stjörnum? Ég ætla að gefa þessu 3 stjörnur ef þetta er satt. Er þetta eitthvað að dala? Já, ég menna þú veist, þú ert aðeins bara performance lacking. Já, hérna kemur eitt sem ég hefði, sem er mannst áhugavert allavega. Kannski ekki gaman fyrir þá sem að, eru með hennar sjúkdóm, en allavega. Karlmenn sem gráta eftir að fá það eru haldnir post-coital tristesse sjúkdómum. Og hvað, er það sérst að gráta? Þeir fara að gráta eftir að fá það. Skrítið. Já, þetta er eitthvað sem ég var ekki til í. Þetta er erfitt að vera harður allan maður. Svona, hvað er það? Þetta var skelfilegt, ljótt að segja. Ég vona að segja enginn í Íslandi með þetta. Mér finnst það skemmtilegt. Finnst þér? Já. Þetta er bara grátlegt. Í orðsins fyrstu merkingu. Já, í orðsins fyrstu. Ég menna, þú getur ekki stundum mög eða notið áttum með konu á þess að bara grenja. Þetta er bara release, emotional release. Já, reyndar. Ég ætla að gefa þessu 3 stjörnur. Svo mannfólkið er eina skepnan sem getur ekki kyngt og anda á sama tíma eða í einu. Öll önnur dýr geta reynda að anda og kyngja, ég var reynda á hann. Já. Það er ekki hægt. Nei, þetta veist mér góða staðreynd. Já, þeir sem eru út að geyra, reynið að anda og kyngja í leiðinni. Fólk er bara að fara að lenda í árekstri að það gerir það. Já, það er ekki hægt. Ég gef þessu 4 stjörnur. 4 stjörnur, takk. Svo er það næsta. Það eru 2 eftir. Það er hægt að þjálfa býflugur og vespur eins og hunda í að finna sprengiefni og eiturlyf.
Ég myndi ekki vilja vera hvað í gangi? Það bara að vera að tekka hvort þú sett með eitthvað á þig, kallið minn. Ég hata þetta drast, sko. Já, minnst það gott. Vespur og geitungar. Gott, 3,5 á þetta. Svo er það hérna, Walt Disney var hræddur við mýs. Þess vegna gerði hann Mikka Mús. Þetta hef ég heyrt á þér. Hann gerði hann friendly. Já, ég hef reyndar heyrt þetta svo ofta, ég ætla bara að gefa þessu 2,5 stundu. Ok, svo er það síðasta. Hnerr kemur út á 160 km hraða. Atjú. Já. Nú spyr ég þig, Björn Bragi, og ég spyr ykkur líka, kæru hlustendur, hvað af þessu var kjaftaði? Ég segi, hvað ætlar að taka símtalaða? Nei, ég bara svona gefa fólki breykaði núna sem eru í umferðinni eða heima hans að læra það eitthvað, bara svona, ok, ég held að sé þetta. Hvað heldur þú að sé? Ég segi, það er 20 sem kemur til greina. Okay. Þannig annars vegar kynlíðið með fiskunum, var ekki Tennessee? Nei, það var í Minnesota. Minnesota, ok. Og það kynlíðið með fiskunum eða mannalegrið. Og ég ætla að segja fiskarnir. Nei, hvorugt. Í Minnesota er ólöglegt að stunda kynlíf með fiskum. Okay. Þú getur vesla löglegt mannalegur. Veski og mannsleðri kostar $14,000 en kvenkins kolkrabba lýsast ekki upp þegar það er ástæðinni. Shit, og ég gaf því hæsta stjörnur. Mér fannst það best. Fór illa með þar. Ég ætla að lappa út núna. En veistu hvað var að gerast með þú varst í burtu? Hvað? You were on my mind. Ég hugsa ekkert smá mikið. Elli hér með lagið One and Only. Skilaðu hugljúft og fallegt lag á blautum mánudegi. Ekkert að þessu lagi. Góð sönguna hér á ferð, en eins og flestir hlustendur okkar vita, þá var þessi þáttur eins ás á föstudaginn og við vorum með stóra könnunin á Facebookin okkar hvað væri svona vinsælust atriðin eða skemmtilegust atriðin sem að hafa dottið inn á þessu ári sem við erum búin að vera í loftinu. Við spilum síðasta föstudag sem var í fyrsta sæti en ég er að spila hérna svona, spilum 2-4 önnur vinsæl atriðin. Spilum áðan þegar Aron Pálmarsson var að ljúga mömmu sinna að maður að vera pabbi. Og svo eru líka margir sem á þetta nefndar atriði sem ég fann ekki eins og daginn og þetta er fyrsti tongin. Nema að þarna var Pétur Jóhann ekki búinn að skýra hann tong, ég man ekki hvort það komið fram, hann gæti verið að hann segi í atriðinu tong, en hann var ekki orðin karakter í FM 9 heldur vorum við bara að keppa. Já, hann var að fæðast, við vorum bara að keppa í að panta hótelherbyggi sem útlendingar þegar að tongari litli mætti á svæðu. Við skulum heyra fyrsta tongin. Hann er að tala við hérna á Hótel Ísafirði, virkilega skemmtilegt. Tekum að fanta mér herbyggi. Það er komið að þér. Það er komið að mér. Já, ég ætla að gefa þér hérna. Má ég vera þessi? Já, jú, þessi ræðir. Takk til litla Hótel Ísafirði, góðan dag. Yes, hello. Do you speak English? Yes. Yes, I want to book a room for next weekend. When? Next weekend. We are... Next weekend? Next weekend. Weekend? Næsta vika. Next weekend. Weekend, you know, understand? Don't understand you. Now you have you have a hotel. Yes, can you Yes, I want to book a room. Can you send us an email? No, I don't have a computer. I stay in Reykjavik now. Yeah? And I want to go out and see country. What day? It is now Wednesday. We want to come on Saturday or maybe Sunday. Saturday and Sunday? Sunday? Yes, Saturday, Sunday, Monday. Next weekend. And not now, but the next time. You understand? No. You understand the weekend? The exact day. 21 or... No, 16th? No, 23. 23? 23, 24, 25. 23, just a moment. 23, 24, 25. Hotel Ísafirði, góðan dag, lobby. Hello. Hello. Yes, I was trying to book a room over there in next weekend. Okay. Next weekend. One room? No. We need 14 rooms. I'm sorry, I don't have it. It's fully booked. For 14 people? Yeah, I don't have so many rooms. I have 2 rooms. But we cannot. We are 14 people. I just have 2 rooms. Yes. And each room is for just 2 people. Yes, we are 7 people. I know. We can stay inside. No, you can't stay 7 together. Because me and my mother and father, they stay in bed. I'm sorry, it's not impossible. It is possible. No problem. No, it's a problem. You can't stay here for 14 people in 2 rooms. It's impossible. When do you have 14 rooms? You have a 14 room in hotel. I have 36 room in this hotel. So when is next time 14 free? I can't give you that. You just next time. I'm sorry, you just send me an email and then I can answer all your questions. Because we can go
other places and come to you after that. This is absolutely no good for me because we are taking business to another hotel. Yeah, I'm sorry. I don't have those rooms available. So you don't want my business? Yes, I do want your business, but I So what do you want? Yeah, I can pay you now. Through phone. It's no problem. But you say, no, we don't have a room. Why? Because other people... Why do you say this to me? Other people are staying in the rooms. I'm sorry. Yeah, it doesn't matter. We can stay in 2 rooms. Why do you say no? Because you have 2 rooms and you say no. It is not allowed. It is no good. It is not allowed. Why do you don't want my money? Thank you so much for calling, okay? Yes, it's no good. I can talk to and I can tell your supervisor it's no good. Yeah, I know. Where is supervisor? Okay, thank you. I want to talk to a supervisor now. Yeah, you just did. You are supervisor? Yes, I am the supervisor. So why do you tell me no room? Because it's fully booked. You can't run a business if you can't book a room for me now. Okay, then you just should call another hotel, okay? This is no good. Yeah, okay, thank you. I go really angry now. Vá, hvað var lengi að leggja á maður. Vá, það er þolinmæði. Það í gangi. Það er þolinmæði á Hótel Ísafirði, það er nokkuð ljóst. Vá, maður, ég bara held hún ætlaði aldrei að leggja á. Nei, það er bæði núna... Ég ringi aldrei áttur sem þess. Þú er bæði kanar og, Asi Búar búin að reyna að panta sér herbergi á Ísafirði. Universal kennir gamanmyndina Pitch Perfect. We need 8 perfect singers if we want to be champions. Anna Kendrick og Rebel Wilson úr Bridesmaids fara á kostum í frábæri mynd. You call yourself Fat Amy? Yes, I trick bitches like you don't do it behind my back. Pitch Perfect. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Ég heiti Agnes Fríða Gunnlaugsdóttir og ég vil vita. Verum skynsum, klárum viðræðurnar við ESB og sjáum samningin. Já, Ísland. Pop TV ný sjónvarpsstöð sem fylgir frítt með áskrift af Stöð 2. Sjóð heitir Þættir, frumsýndir á Pop TV. Better give them what they want, baby. Íslenski listinn, Sjáðu, Game TV og heitustu tónlistamyndböndin allan daginn. Pop TV ný og fersk sjónvarpsstöð sem fylgir frítt með áskrift af Stöð 2. FM 95 blöð á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Medina hér með Kun for Mine. Ég held hún sé alveg potið frá Danmörku þessi pía. Geta ekki bara að segja. Það er rétt. Það ekki. En þeir að hlusta hér á FM 95 blöð. Öttu og Bjössi með ykkur til 6 í dag. Við erum með nýjandri ástand því að vera að rifja upp enda eins ás á föstudaginn var. En það er hins vegar komið núna á dagskrálið sem er búin að vera í smá fríi. Eins og Björn Bragi og hann heitir Land of the Children. Eða Barnalandi. Jú, takk fyrir það. Það er nú sko ástæða fyrir að Land of the Children var í fríi. Það er bara búið að vera í mikilli lagð. Er það ennþá í lagðu? Það er ennþá í mjög mikilli lagð. Ok, og hvað er ekkert rætt neitt skemmtilegt að lengur? Nei, ekkert skemmtilegt. Synd. Þú veist, ég ætla að lesa fyrir því hérna eitt topic. Já. Það er tukk sem að svir. Prumpar fólk með stóma. Anskotinn maður. Já. Ég bara misti matarlistuna, sko. Já, þetta er ekki fallegt. Nei, þú veist, þannig að hérna, ég bara taka dæma þig, skilur, hvað þetta er orðið slæmt. Já, ok. En hérna, ég fann hins vegar á Barnalandi, svona, þú veist, ég lagði þess að breyta Barnalandinu. Já. Þar fann ég, sko, Klagúi, hann var að spyrja, sko, veist, hann er með eitthvað svona spurningafjör. Ok. Setur hann fram 25 spurningar sem að fólk má svara og hérna ég ákvað bara í Barnalandi dagsins að taka þessar spurningar og bomba þeim á þig. Ég skilji, ok. Er þetta eitthvað viðbjóður eða? Nei, þetta er bara... Ok, þetta er ekkert eins og hinn spurningin. Nei, ok. En viltu svara henni eitthvað eða? Nei, ferskur. Ok. Þetta eru semst 25 spurningar sem að ég kasta yfir á þig núna bara. Þetta er mjög random, sko. Þetta er greinlega auðvitað til kvenna þannig að... Er þetta svona... Ertu basically að henda með hraðaspurningar eða? Smá. Ok. En þú þarft ekki að svara með eitthvað brjálæslega hratt. Ég skilji. Hvað ferðu oft í viku í Kringluna eða Smáralind? Svona 3 í viku, myndi ég alltaf. 3 í viku? Fyrir oft að sækja mat á. Já, hvar? Energíu og líka hérna við hliðin á... Smáralind, já. Á Serrano. Já. Ok, það make sense. Já. Hvað kaupir þú á meðaltali margar flíkur á mánuði? Ég veit það ekki.
2 eða eitthvað myndi ég halda. Hversu miklu pening eyður á mánuði? Í föt? Nei, bara í lífinu. Í lífinu? Já. Það náttúrulega misjamt, það fer eftir hvort ég sé á Íslandi og sé að haga mér sem maður eða ekki. Í venjulegum mánuði. Venjulegum mánuði? Það svona 300 sem fer á barinn. Þegið. Þetta var, þó maður aldrei på ammali sitt á föstudaginn, hvað það? Ég segi það svona 200 á mánuði, ég veit ekki. Og það ekki reikningar meðtaldir? Nei. Nei, akkurat, ok. Þannig að þetta svona 500.000 sem útgjöld. Með reikningum? Nei, það. Þegið þið maður. Hættu þessu. Hvað ferðu oft út að borða í mánuði? Allt oft. Já, ég líka. Bý einn og nenni eiginlega aldrei elda handa sjálfum mér. Nei. Og kann eiginlega ekki elda og ég var að ræða við einhvern masterchef á föstudaginn. Já. Og hann var að segja að það væri alveg gaman að elda þó maður er einn, maður ætti bara að prófa einhverjar, prófa að taka áhættur, sagði hann. Og hann var ekkert að fíblast inn. Bara alveg masterchef? Já. Var það gaurinn úr masterchef? Nei, bara einhver gaur sem er... Masterchef? Já, hann var kynntu fyrir mig sem einhver rosa landslýskokkur. Var þetta Rikka? Nei, og hann var bara eitthvað að segja mér að, þú veist, bara ég ætla að leika mér eitthvað. Já. Þú veist. Hvernig talaði hann? Ég ætla að leika mér eitthvað. Nei, hann var reyndar með sömu klipping og ég og sköllóttur og bara segði mér reyna að vera dulli en ég einhvern veginn... Gott strákur. Já, hefði það bara ekkert í mér að vera heima að elda. Ég veit ekki af hverju. Ok, áttu disco pants? Á ég. Disco pants? Ertu fullur? Nei. Þetta spurning nr. 5. Já. Ok, áttu slaufu swag peysu? Nei. Áttu Jeffrey Campbell skó? Nei. Ok, en áttu Adidas peysu? Nei. Jú, þetta var ég Adidas bara eitthvað svona við joggingal eitthvað. Ertu handrökkar? Nei. Ok, það var reyndar ekki spurning hérna. En hvað fékkstu þér í kvöldmat, segjum þá í gær? Kvöldmat í gær, það var, lítill krútlegur pítsustöður að nafni Dominos sem fekk minn styrk. Ok, áttu Maka? Nei. Akkur ekki? Það veit ég ekki. Áttu Converse? Já, allt og mikið af pörum. Er það, af Converse? Já, ég er svona 15 pör. Já, vá, það frekar mikið. Já. Hversu, skiptirðu reglulega eyrnalokka? Nei, ég er aldrei með eyrnalokka. Hversu oft skiptirðu nærbuxur? Aldrei, því ég er aldrei í nærbuxum. En ef ég væri í nærbuxum... Ertu aldrei í nærbuxum? Nánast aldrei. Ég veit þú ert sjaldan í þeim, sko. Já, þetta er alveg viðurkenna. Eftir að Eiður sagði mér einhverja skelvilega sögu daginn af fótboltamanni sem að snérist eitthvað upp á Eistónmann og þetta fara upp á... Þá er ég byrjað að nota svolítið nærbuxur. En þá er ég bara skiptið daglega. Ok, næsta svar er líka aldrei, er það ekki hvað fyrir oft í sturtu í viku? Ég reyna að sleppa þið. Ég fyrir okkar í beinstætti. Já. Hvað áttu marga skó? Þetta er svolítið svipað á Converse. Já, ég segi svona 30 pör eitthvað. Hefurðu farið í sleik? Nei, 30 pör, hvað er eitthvað geðveikur? Ég var svona 20 pör sko. Það er ógeðslega mikið fyrir kallmann. Já. En hefurðu farið í sleik? Já, það er nú kallmenn í Íslandi sem er 50 sko. Já, Sölvi. Já. Ég nefnilega hefði alltaf að menn kynna að skamma sín fyrir það. Já, ég meina 20 er, sko, ég næði ekki helmingin hjá hann, sko. Nei, ég veit það. En hvað sagði, hef ég farið í sleik? Já. Já, það er dottinn. Hefur þú farið í ljós? Já. Hvernig fórstu síðast í ljós? Ætla að sé ekki mánuðu síðan eða eitthvað. Ok, hvaða framhaldsskóli finnst þér best? Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra. Ok, hvað finnst þér þættina sjálfstætt fólk? Mér finnst þér frábærir. En, þú ert ekki sáttur? Nó. Út af einni ástæði. Þegiðu. Það er einn gestur sem hefur aldrei komið. Þú hefur aldrei farið? Ég er líka bara, þú veist, það er engin ástæð að fá mig. Ég vil fá þig í þáttinn. Nei, það er einn gestur sem að þú hefur aldrei séð í sjálfstæðarfólki sem ég veit að þú hefur saknað lengi. Það er ég. Segðu fólkinu hver það er. Það er Björn Bragi. Það er þú sjálfur. Þegiðu, vitleysingur. Þú ert alltaf að tala um þetta. Ég hef aldrei talað um þetta. Hvað heldur þessi fáiði, þú veist, eitthvað, akkur er með þennan? Þetta er nobody. Hættu að vera leiðileg við mig. Ok, hvernig er bólurinn þinn á litin? Hann er grár. Já, ég er gráan ból. Hvernig típa ert þú í vinahópnum? Ég er svona held utanum hann. Já, þú er skipulegur. Já. Þú gerir það reyndar. Já. Ok, þetta er alveg að búið. Ok, þetta er lengsta könnun bara í heimi eða? Já, þetta eru 25 spurningar, það komur spurningu 22. Hefur þú fetish fyrir einhverju? Fetish? Já. Hverju? Skeitir ekki máli. Segðu okkur það. Nei. Er það sem þú varst að segja, mannstu á Sushi Samba? Það er með mömmu þina? Nei, er ég með, nei það? Mannstu? Það ert eitthvað geðveikur. Nei, það er ekki það. Það er það? Ég sverða það er ekki það. Ok, ertu að hlusta á tónlist núna? Ef svo, hvað er í gangi? Það er stefið hérna. Það er eitthvað beat, já. Uppáhaldslægið þitt at the moment? Þessa stundina, þetta er ekki She-Wolf. Í alvörunni? Þetta er eitthvað það. Ok. Svona af þá er ég að tala um svona nýjustu tónlistinni á FM. Ok. Diamonds reynda með í höfnu. Það er bara að tala um top tónlistinni á FM 957? Það sem er bara að spila top tónlist. Ok, á lokum, býrðu rúmið þitt á hverju morgni? Nei, nánast aldrei. Ok,
Þetta var í boði Klagúi af bland.is. Ég myndi spyrja þig núna, en við höfum bara til 6, þannig að við ekki bara fá Retro Steffson. Frábæra hluti, Retro Steffson, gerði vist allt vitlaust á Airwaves í hörpunni og ég veit ekki alveg, ég alveg verið til að sjá þá tónleika. Virkaði mikil stemningar, þetta var sýnt í fréttunum í gær. Frábær hljómsveit. Já, frábær hljómsveit og geggjalag sem heitir Glow hér með Retro Steffson, en já, það styttist í netmisnotkunna og fleiri liði. En við erum búin að vera að rifja aðeins upp hérna við strákanir. Við vorum einsása á föstudaginn þar var spilað vinsælasta atriði í sögu þáttarins. En ég fór svona að skoða Facebookið og svona sá hvað fólk vildi heyra. Já. Og við erum búin að spila núna 2 atriði og ætlum að spila eitt stutt og laggott núna. Ok. Við fórum hérna í Euphoria-keppnina. Já. Það var allir gestastjórnendur að syngja Euphoria. Já. Og það var einn krullhærður einstaklingur sem að rúllaði þeirri keppnu upp. Það fekk flest likes inn á Vísi. Já, ég man vel eftir þessu. Hann var með frábæra útgáfu. Já, fannst þið það? Já. Mér fannst þetta horfbjóður. En vinsælt var það. Já. Við skulum heyra þegar að Sverrir Þór Sverrisson eða Sveppi Krull sem einmitt mættur hérna á morgun söng Euphoria í þessari keppni og já, þetta ekki fallegasti flutningur sem þið muni að heyra á þessu lagi. Það nokkuð ljóst. Tekum á þessu. Ok, Dale. Það var eins og að vera að kirkja rottu á tímabili. Já, þetta æðislegt. Þetta var Sverrir Þór Sverrisson að syngja Euphoria. Við erum svona aðeins að rifja upp gömul og góð atriði hér í tilefni afmælis. Þú og Sóli Hólm sungu þetta langbest. Ég var að gefa ykkur það. Euphoria? Já, en það var nú ekki vel samt, sko. Jó, þú ert besti söngvarinn á okkur hérna. Já, en það samt bara eins og að vera fallegast í kúkurinn í klósettinu. Kannski, en það ekkert margir góði söngur hérna og eins og ég sagði, þá fekk ég mikið að heyra það helgina hvað Hjörvar Hafliða svona slæmi söngvari. Já, þurfa ekki að taka eitthvað á því máli. Já, ég þarf eiginlega bara að syngja þessi í hann, fáum hérna örstuð skilabóð svo ætlum ég að heyra þessi Hjörpa með þetta því að það var bara hver einasta manneski sem ég hitti var að ræða þetta. Agent.is kynnir í samstarfi við Carlsberg YOLO Hip-Hop Festival á Þýskabarnum frá 7. til 11. nóvember. Að ræða 4 kvöld þar sem allir helstu rapparar landsins koma fram ásamt sérstökum gestum Hobson og Dizzy Rap. Fylgstu vel með á FM 957 og þú getur unni miða. Forsala miðar hafinn á miði.is og í skór.is kringlunni. Nánari upplýsingar færðu á agent.is. 23. Subway staðurinn hefur nú verið opnaður í Bankastræti í Reykjavík. Subway, alltaf ferskt. Væri ódýrara fyrir mig að lifa ef við gengjum í ESB? Ég vil vita. Verum skynsum, klárum viðræðurnar við ESB og sjáum samningin. Já, Ísland. Ískápar, kerrur, barnavörur, mótorhjól, tjaldvagnar og margt fleira fæst á sölutorgi.is. Þegar þú vilt gefa eigum þínum nýtt líf, þá veistu hvert þú ferð. sölutorg.is. Dominos kynir nýjan haustmatseðil, sneisa fullan af spennandi nýjungum. Kynntuðu málið á dominos.is. Þetta The Script hér með lagið Hall of Fame. Veit ekki hvernig finnst þetta lag? Jú, ágætis melodía í þessu svo sem. Ég sá einmitt þessa hljómsveit og will.i.am taka lagið hjá Ellen og fór eitthvað í taugadraumis. Já. Veit ekki aftur. Þetta er svolítið væl, sko. Þetta er svolítið væl. Já, þetta er eitthvað svona, þú getur verið kennari, þú getur verið politician, bara verður það svona vilt maður. Eitthvað svona. Við viljum ekki fólk síðan sem það vil. Nei, ég þól ekki lag með eitthvað svona fallegum boðskap. Nei, við viljum vondan boðskap. Já, bara eitthvað við Björn. En við vorum að ræða hér áðan við Björnsi að það er búið að tala mikið við okkur um það að Hjörvar Hafliðason sé skelfilegur söngvari og hafi nánast rústað fyrir okkur live performanceinu hérna daginn. Já. En sko málið ég er ekki að djóka, þetta var sagt oftar en 3 við mig. Og ég ætla bara að syngja hérna í Hjörpa. Hann þarf nú ekki að Söngkennarar hafa líka bara verið að senda pósta. Já, hann þarf ekki við skulum leyfa honum að svara aðeins fyrir sig. Já. Vona bara hann svari. Hjörvar. Já. Sæll og blessaður Rauti hérna og Björn Bragi með mér út í beinni útsendingu á FM 95 Blöð. Sælunur. Já, blessaður. Hvernig hefur það? Ég er bara hringalega góð. Það ekki? Jú. Hvað er verið að gera þennan mánudaginn? Ég er bara í tölvunni okkur núna. Ok, er verið að læra? Nei, ég er að fara svona yfir það helsta sem er búið að gerast á Facebook bara síðusta. Og hvað stendur upp úr? Stendur upp úr? Það er margt sem stendur upp úr. Hvað stendur upp úr?
Það var einn gæði strá síðan inn á relationship. Nú, eitthvað félagi? Nei, ég þekki ekki neitt. Nei, ok. Mörg like á. Já, ok, fullt af lækum. Hérna, við vorum að ræða og ég vildi eiginlega bara hringi í þig þannig að þú fengir nú aðeins að svara fyrir þig. Og menna Bjössi hérna líka. Nú er ég ekki að ljúga. Hvað erum við að fara að ræða nú? Við erum að ræða það, ég var helgina. Það var rosalega margir að tala flutningin okkar á læginu FM 95 Blöð þegar sunguðu í beinni. Ok, mikið væntum að heyra það. Já, og það er bara hérna, þeir komið fólki á óvart að þetta hefði bara hefnast ágætlega hjá okkur. Ok, takk fyrir það. Nema einn einstaklingur sem að, gæti ekki sungið live. Pétur Jóhann? Nei, Hjörvar Hafliðarsson. Ok. Já, mér finnst þetta leiðilegt, en ég heyrði þetta frá fleiri en 3 og ég ætlaði bara svona láta það vita. Já, kannski það sem að tók mig kannski aðeins úr jafnvægi í þessu lagi var það að það búið að breyta laginu og búið að tvoða Pétur Jóhann inn. En var það að skemma fyrir þér röddina þína? Skemma fyrir mér röddina mína? Nei, ég vissi bara ekki hverju ég átti að koma inn að því ég var vanur hinnu systeminu. Ég er enda verið að fá að hérna, taka undir með Hjöppa hérna, sko, þegar ég, eins og ég sagði á hann, ég heyrði þegar við vorum á æfingu, við vorum í generalpröfunni, þá tók Hjöppi þetta óaðfinnilega, bara alveg pitch perfect, en svo kom Pétur inn hann á óvænt og það verðist þá að komið mínu mann úr jafnvægi. Já, eina sem ég fór að hugsa, þú ert ekkert með erfiðustu línunni í laginu það, Hjöppi? Sem ég vilja meina það að sé erfiðast að hitta nóturnar í mínu erindi. Hjöppi K verður alla 50 daga. Þetta er þetta vel gert það. Þetta er mjög gott, sko. Þannig ertu bara totally redeem yourself. Já, ég veit, ég ætlaði bara að láta ofmikla ástríðu í söngin á föstudaginn. Ég veit hvað ég gerum, þú tekur bara þessar gagnrýnisraddir á 50 daginn og þú jarðar þær. Já, okkur ekki. Þú hefur ekki bara setja eitt fallegt lag fyrir það á 50 daginn kemur. Jú, ég var helviti þakkláttur fyrir það. Hvernig eru þið annars? Við erum léttir, ljúfur og kátir, en þú? Ég er medium rare hér. Medium rare. Báðir medium rare. Báðir medium rare, samt á mánudegi. Já. Ég líka, sko, það er eins gott að þið séu hressir, sko. Ef ég væri ekki Hjöppi K og hrikalega hress alltaf, þá var ég illa pirraður í dag þessu veðri, sko. Já, þetta er viðbjörn. Við erum mjög hressir hérna á mánudegi, ég lofa því. Takk fyrir það er dimmt og blautt og við ætlum bara að ræða þetta við, en eitt skal ég líka segja, Hjöppi, veistu hver er búinn að fara hamförum í að rakka þig niður og tónlir og söngrættina hérna? Ekki segja John Johnson. Nei, King Mike Brown, Mickey Nick. Grískókið. Hann er bara eins og allir grikki með allt niður sig. Allir minna að vera skelfilegt í þér. Það er bara hans og hann verður bara að díla við það sjálfur. Það er hárið eftir, takk fyrir þetta Hjörvar í síðan 15. Blessar, en það er eitt lag hérna áðan, Master Bjössi, sem þú varst að ræða að hlyti nú að koma á þennan mánudaginn. It's a mystery to me. Er það ekki? Já, þetta er Society Neti Vetter. Vetterinn. Mánudagur. Vetterinn klikkar ekki. Blautur, dimmur. Blautur eins og ötti. Dimmur eins og ötti. Kósi, þegju, ég er ekki blautur. Kannski svolítið dimmur. Society hér með Neti Vetter, ekki fyrsta sinn og ekki síðasta sem það er spilað hér á mánudegi. Svona mánudagslægið okkar hér í FM 95 Blöð. Society þátturinn FM 95 Blöð. Já, og við höfum verið að koma inn á það, við höfum verið eins og þess á föstudaginn var og höfum verið að spila svona golden moments hér úr þættinum. Erum við alveg hættir að spila Bass Hunter? Bass Hunter? Já. Já, hvað laga hann aftur? Ég senni en bót, hún heiti Anna heiti hún. Ég get alveg að spila fyrir öttir og vilt. Vá, ég væri til að heyra það. Ertu það fan? Ég er sko sjúkur Bass Hunter fan, ég kann reynda að kalla hann alltaf Bass Hunter. Hann kom til Íslands þegar ekki? Já, hann kom og var að sko, hann svaf hjá íslenskum stúlkum líka. Kíktur á tónleikarna? Ég kíkti á stúlkunar eftir hann hafði sofið á þeim. En fórstu á tónleikarna? Nei, ég reynda að gera það ekki. Nei, ok. Þú ert ekki það mikill fan? Ég sko er eiginlega það of mikill fan að ég treysti mér ekki á tónleikana. Ok, ef þú mætti velja hvern sem er til að koma til að spila á Íslandi, hvern myndir þú velja? Fyrir utan Bass Hunter? Já. Eða Bass Hunter? Já. Hvaða svona hljómsveit eða tónlistamann eða hvað myndir þú helst af öllu vilja fá til Ísland? Svona af því sem er raunhæft, skilur við? Já, ég meina hvað er ekki raunhæft? Michael Jackson eða eitthvað svona, mennur við? Já. Eða Queen. Þau eru að vera á lífi. Já, ok. Þeir sem eru á lífi og er eitthvað in action. Þá væri ég, sko, fyrsta sem ég dettur í huga er Red Hot Chili Peppers. En með, sko, John Frusciante á gítar. Þeir eru konum með nýjan gítarleikara núna sem að I don't care for him. Nei, ok. Red Hot Chili Peppers var reynda grjóthart að fá til Íslands. Það myndi fylla, Egilsvöll, pottet, 2000 hans. En sko, þú veist, það er svo langt síðan ég fór á tónleika Egilsvöll. Er eitthvað gaman að fara á tónleika Egilsvöll? Er eitthvað gótt soundar? Já, ég fór að sjá Foo Fighters og finnst þetta Stonist þar, mér finnst það geggjaði tónleikar. Duran líka? Duran, já, ég kíkti á það. Ég var ekkert spennt að vera að fá það á aftur. Ég reynda fór ekki á Metallica.
Nei, ekki heldur, sem skita því ég dyrka Metallica. Já, þeir líka spiluð á afmælisdeginum mínum, 4th of July. Já, ok, afmælisdegi Bandaríkjanna. 20 afmælisdegi mínum, meira þess að. Já, en hvað hérna... Árið 1990. Ég myndi fara á Adele, já, 1990. Ég myndi fara á Adele og hún kemi. Já, myndir þú gráta? Nei, ekki, ég þurfti að vera þunn og lítill í mér. Og Muse? Muse, þeir ákomið til landsins. Já, er það? Já, hvenær? Voru í Laugardalshöll. Ég gaf miðanum minn eins og hálfviti. Af hverju? Af því að ég var á leiðinu norður. En í dag myndi ég sko... Fara norður og niður til þess að komast á Muse. Já, það er ekki glæta, ég myndi sleppa Muse í dag. Nei. Mikill aðdáandi þeirra. En við viljum að spila hér Swedish House Mafia. Það er einhver ungur drengur sem er í ræktinni og vildi fá þetta svona til að koma sér í gang. Það er fínt að pumpa þetta. Er það ekki? Já. Það er komið að því. Eldhúspartí FM 957 í samstarfi við Heineken og Blink. 3 fimmtudagi í nóvember á skemmtistaðnum Austur í hjarta Reykjavíkur. Fyrsta eldhúspartíð verður haldið 50-dagskvöldið 8. nóvember. Þá koma fram Sigur, Sverrir Bergmann, Þórunn Antonía og Jónas Sigursson. Húsið opnar klukkan 21. Elías Fannar, trúbator FM 957 2012, hitar upp. Fylgstu vel með á FM 957 og þú getur nælt þér í borð fyrir 4 sem inniheldur glaðning frá Heineken. Taktu kvöldið frá og komdu í Eldhúspartí FM 957 á Austur. Heineken, Blink og FM 957. Það er Heineken sem gefur tónin. Ef þú færðir middur frá Blink, ertu alltaf með partí í vasanum. Fæst í 5 bragðtegundum í næstu verslun. Er ljósnetið komið í götuna þína? TAL býður þér aðgang að háhraða interneti ljósnetsins á yndislegu verði. Er það ekki bara málið? TAL. Svona á samband að vera. FM 95 blöð. Á FM 957. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Öll og Bjössi með ykkur hér á mánudegi. Við verðum hérna til 6 í dag og já, við höfum verið svona inn á milli að rifja upp skemmtilega atriði frá því að þáttunum byrjaði, en eins ást þessa helgi. Og við erum búin að finna hér eitt sem að mikið var beðið inn á Facebookinu hjá okkur. Þetta er gamalt og gott þegar Sveppi las upp alvöru ástarbréf úr bleikt.is keppninni. Já, þetta var mjög skemmtilegt. Það voru pör að keppa sem sagt, gátu unnið eitthvað ferðavinning eða skíði og eitthvað svona rugl og var að senda inn alvöru ástarbréf og það var eitt bréf sem að vakti mikla athygli hjá okkur Sveppa og hann ákvað að lesa það upp í þættunum. Skulum bara tekka hans á þessu. Ég og Auðun Blöndal fórum inn á netsíðuna bleikt.is sem er svona okkar biblía. Hárrétt. Og þar er í gangi ástarsöguleikur Bláa Lónsins og bleikt.is. Og þar er verið að hvetja fólk til þess að senda inn svona ástarsögur, hvernig pör kynnast. Stórkostlegur leikur. Mjög skemmtilegur. Já. Og til mikils að vinna, það er alveg undirstrikað hérna. Já. Og það var örugglega bara frítt í Bláa Lónið eða eitthvað. Já, það er örugglega einhver hellingur. Það er oft góður vinningar í svona... Já, sjampó og ljósakort eða eitthvað. Já, og stórkostlegur vinningar í svona leikjum oft. Herru, ég datti nú eina frábæra sögu, ég ætla að lesa hana fyrir ykkur. Já. Þetta eru þau Karítas og Árni. Með fullri virðingu fyrir þeim, það voru þetta eindislegt par og gengur allt í haginn. Já, þau eru með fallegt barn á myndinni, það er svona. Já, það kemur einmitt í ljós hvernig þetta allt atvikaðist. En hún skrifar: Í dag, 4. apríl, fögnum við Árni saman 6 ára sambandsammali. Mér finnst ótrúlegt að hugsa það að við vorum saman í leikskóla og grunnskóla í Grindavík. Reyndar er heilt ár á milli okkar og seinna vorum við bæði í framhaldsskóla í Keflavík án þess að ég tæki nokkuð tíman eftir honum. Ok, búin að vera mikið í kringum hann. Já. Sem unglingar áttu við sameiginlega vini og vorum oft á djamminu á sama stað en ég á enga minningu að hann hafi verið á staðnum. Hins vegar vissi hann upp á hár hver ég var og var skotin í mér í leyni en reyndu þetta aldrei að tala við mig eða umgangast mig eitthvað að viti. Típisku gaur úr amerískri úlingamynd, svona feiminn og hóvær og þorði ekki að hafa frumkvæði af því að tala við stelpur. Hékk bara í tölvunni og rúntaði með félagunum. Ok. Já. Svo heldur hún áfram. Ég var hins vegar komin með ógeð af því að djamma. Og ég reyndar var líka komin með ógeð að karlmunum bara yfir höfuð. Ég var búinn að mynda mér þá skoðun að þeir væru siðlausir og sóðalegir dónar. Ok. Ástæðan fyrir nú kannski komið ógeð að karlmunum að því að kannski þetta hljóma svolítið og svona að við erum búin að fá full mikið af þeim.
Rólegur. Okay. Ég var með það í hausnum að ég myndi aldrei finna neitt sem gæti umborðið nógu lengi til að búa með. Hvað þá að eyða ævinni með? Upprópunarmerki. Það var ekki fyrr en á einhverju djamminu. Ég held hún væri hætt að djamma, hún sagði það þarna aðeins fyrir. Svo skellt hún sér greinilega aftur. Það var ekki fyrr en á einhverju djamminu, vel eftir miðnætti. 4, 5. Vel eftir miðnætti að við sátum öll á rólegum bar í sófa. Svo kemur í svíga. Á því stigi drykkjunar þar sem að maður kemur með heimspekilegar pælingar andstæður heimsins og tilgang mannverunar. Okay. Á því stigi sem að Árni, sem sagt maðurinn hennar nýi, opnar munnin mjög alvarlegur á svip og út úr honum vellur svo einhver endalaus vitleysa eitthvað voða merkilegt en sem meikaði engan sens og ég hló og pissaði á mig í endan. Nice. Okay. Þegar ég kom heim, þá var ég alveg, hver í óskupunum var þetta? Og alveg svona bara, já, þessi gaur. Og upp frá þessu vandræðilega atviki þróaðist með mér hrifning af þessum strák. Og ég þannig stelpa að ef ég búin að ákveða að ná í strák, þá hætti ég ekki fyrr en ég fæ hann. Ég stelpa sem færa sem hún vill. Upprópunarmerki, okay. Þannig að ég reyndi við hann í hvert einasta skipti sem við hittum. Ég var alltaf að koma við hann, hugsaði hann þegar hann var of fullur og þegar það tókst ekki þá reyndi ég að passa að hann yrði sér ekki að voða. Hvað er það? Bara einhverjum fyllir við það? Nei, rólegur, fólk að djamma bara. Okay. En hann fattaði aldrei neitt að ég var að reyna við hann. What? Ekki fyrr en ég var þreytt á þessu og að því að þetta tók svo langan tíma svo ég bað vin okkar að segja honum bara að ég væri að reyna við hann svo hann myndi kveikja á perunni. Annars væri ég ennþá einhleip í dag. Já, hann ekki alveg að kveikja hann, Árni. Nei, hann var ekkert að pæla í þessu. Nei, hann var bara rúmt. Svo einn daginn fékk ég SMS. Þú ert falleg. Frá Árna. Þetta sendi Árninni. Hann hefur verið fullur. Já, þú sendir ekki bara, þú ert falleg. Ég get ekkert verið að setja út á Árna hérna því að ég á svipaðan horbjóð sjálfur, sko. Já, en þú sendir ekki. Þetta er eftir nokkra, sko. Þetta er eftir nokkra bjóra. Hann setur ekki á þriðjudegi bara í vinnunni, þú ert falleg. Nei, þú setur þetta að þú veist ekkert gott að segja og skellir einhverju og lokar augunum. Já. Þá segir hún, ég var handviss að ég hef fundið draumaprinsinn og fannst þetta þvílíkt fullkominn gaur og þar með var ég löngu byrjuð að plana brúðkaupið áður en við áttum fyrsta kossin enda hopeless romantic í þokkabót og yfirmáta dramatísk í öllu sem ég geri. Það bara við fyrsta SMS sem hún fekk frá einhverjum dúta, þú ert falleg, þá var hún farin að skipuleggja brúðkaup. Það vottar af desperation þar. Pínu. En þar með fórum við að SMS-ast og í páskafríinu 2006 fóru foreldrar mínir úr bænum í heila viku og ég bauð Árna heim. Needless to say, þá var herbyggið ekki yfirgefið í heila viku nema í ítrustu neyð. Hann var líka mjög óreyndur og ég hafði svo margt að kenna honum. Það var gaman fyrir Árna að það skulle vera fréttast inn á Blake.is. The boss finally found an apprentice. Þetta segir hún. Við vorum samt svo ólíklegt par því við erum svo svakalega ólík. Eins og hvirfilbylur, ég, og logn, hann. En á endanum var þetta match made in heaven. Yeah, the boss finally found an apprentice. Þetta er svona, það er bara... Og þegar hún segir hérna þau hafi ekki yfirgefið herbyggið nefn í ítrustu neyð, sko, og svo segir hún, hann var líka mjög óreyndur og ég hafði svo margt að kenna honum. Já, og svo segir hún, the boss finally found an apprentice. Já. Það er svona, hún var bara skólan til hann þessa vikuna. Ó, já. Svo kemur hérna, 4 mánuðum seinna var því ólétt, enda ekki beint svo ábyrgasta þegar að kemur að kynlífi. Sonur þeirra, ég vil ekki nafngreina hann, það skiptir ekki, Robert fættist í apríl 2007 og seinna Anna Margrét 2011 þegar 2 börn. Þetta hefur verið stormasamt samband en við erum endalaust ástfangin. Næsta sumar fæ ég svo loksins langþráðan draum minn uppfylltan fallegt brúðkaup. Þótt ég sé nú alls ekki trúið hefur mig alltaf langað í risa veislu mér til heiðurs og brúðkaupsferð og allan pakkan, bara ekki prest
og ekki kirkju. Mér til heiðurs, ekki þeim, hjónunum. Nei, hún að fara að gifta sig. Hún að draga Árna með sér í það. Já. Þetta ástabréf sem að keppa besta ástabréfið á Bleik.is og þetta þetta inn á Bleik.is fyrir alla til að sjá, þannig að það er allt til að lesa þetta. Ég verð að viðurkenna, ef ég myndi lesa þetta, ef að kona mér myndi skrifa þetta, ég myndi bara, ertu orðin gjörsamlega biluð, manneska? Já, en sann, þú veist, þau eru bara ástfangin. Já, það alveg fallegt, skilur. Já, þú veist, ég myndi segja bara, ástu mín, þú hefði nú alveg getað sagt, ég hefði verið ágætur allavega í rúminu til að byrja með. Já, og ekki segja bara 4 mánuðum seinna var ég ólétt, enda ekki svo ábyrgasta þegar kemur að kynlífi. Nei. Maður vill ekki kynnast einhverju konu, hún er bara, ég er svo óábyrg í kynlífi. Já, það er samt myndin þetta er alveg falleg fjölskylda, skilur. Já, drottin er dýrum. Við erum ekkert að rakka það niður, það er bara margt þarna sem maður sér að hún er svona, hún er með bara völdin í þessu sambandi, það er nokkuð ljóst. Já, hún er að fara að giftast. Já. Hún ætlar að kippa Árna með. En það er líka sko, veist eins og fyrir Árna, næst að hann fær sér bjór með félónum. Hún er að tala þetta tímabilið þegar þau var alltaf að rúnta, hann var að rúnta með vinum sínum og bara á jamminu með þeim. Já. Og hún var reyndar á tímabilið að passa upp á hann á jamminu alltaf. Já, því hann var alltaf ofullur. En þá hann náttúrulega bara verið með sínum félögum og þú veist hvernig maður á þessum aldri. Þá eru menn byrjar að tala þessi, byrjar að sofa hjá eitthvað svona og það allir að þykjast fyrir einhverju töffara en enginn kann neitt samt. Þú nennir samt ekki að vini séu að bara lesa það á Bleik.is hvað þú hafi verið skelfilega slappir í rúminu þessa viku sem varst þetta heima. Já, ef að vinina þarna er að lesa þetta núna, þá er Árna að fara að fá að heyra. Já, ég er að segja það. Þetta var gammalt gott ástabréf á Bleik.is og fór þetta eins og eldurinn sinu internetið, já, bréfið bara í heild sinni. The boss has finally found an apprentice. Þetta er besta lína sem ég hef heyrt. Ég get lofað því ef þessi stúlka er ekki enn að heyra þessa línu í dag, þá skulle hundur heita. Hún hlýtur að vera kallið bara The Boss. Já, ef ég var hún, þá myndi ég vilja vera með enganúmerið núna á bílnum mínum, The Boss. Já. Og Árni Greiðin, hann er með því apprentice svona, keyrur eftir henni. Fá flottasta lagið á stöðinni, Follow Me, Muse. Lagið Follow Me, ríkilega flott lag hér á ferðinni. Toppljónsett, Muse og já, það styttist hér í lagið á leiðinni heim og lagið sem ég hef valið fyrir ykkur núna leiðinni heim, kæru hlustendur, er eitt af mínum uppáhaldslögum bara frá upphafi. Þetta hefur aldrei verið spilað hér áður í FM 95 blöð. Ég reyndar var með þetta lag einu sinni þegar að spila mínútu úr því þegar ég var að keppa við Hjörvar Hafliðason í flottulagakeppninni og ég rúllaði honum upp 5-1 með þessu lagi, þannig að já, það allavega sýndi mér að hlustendur eru á sama máli og ég þegar kemur að þessu lagi. Hljómsveitin er ekki oft spiluð á FM 957, hún heitir Metallica og þetta er eitt rólegt og gott frá þessari stórkostlu hljómsveit og eins og ég segi, eitt af mínum svona uppáhaldslögum bara of all time. Ég held að þetta sé fínt svona á mánudegi. Þú ert að keyra heim og það rignir á rúðuna hjá þér og það er dimmt og já, bara hafa það kósí. Þá myndi ég að hækka vel í þessu lagi ef ég verður á leiðinni heim. Það heitir Nothing Else Matters og sveimi þá, þetta er ekki eitt þeirra allra besta lag. Hvernig líst þér á þetta, Bjössi? Mjög vel. Bjössi var inn að pissa og var að koma. Ég þurfti að pissa svo mikið, ég er búin að halda í mér allan þáttinn. Þetta lag, það er erfitt að toppa þetta lag. Já. Og ég veit ekki okkur en þetta er aldrei áður verið í lagi á leiðinni heim með mér. Er það ekki líka 48 mínútur? Nei, það er reyndar 6 mínútur. Já. En já, 6 mínútur af eðalefni og ég held að þetta bara halda kæfti og leifa laginu að njóta sín. Já, grjóta okkur bara. Já, töff. Geggjalag, þetta er Nothing Else Matters með Metallica. Strákarnir í Metallica með aldeilis frábært lag hérna. Já, og þetta er lagið á leiðinni heim vonandi. Já, eru þið að hrifna þessu lagi og ég? James Hetfield og félagar. Já, þetta er svo flott það. Já. So close no matter how far. Það er eitthvað til í því. En eins og er alltaf núna hann Björn Bragi að lesa upp fyrir okkur dagskrána í kvöld og það er að sjálfsög Hringtorg sem að býður okkur upp á dagskrána eins og alla aðra daga. Herri, já, Sæktu bláa kortið á hringtorg.is og náði Hringtorgsappið í símann. Það borgar sig. Þú hefur þetta allt í hendið þér. Voldu O-Pro. Nei, sorry, ég vissi ekki að það væri komin einhver Hringtorgsmaður að náttúrulega kynna þetta inn, sko. Já, hann lætur heyri í sér, en hvað áttu hann okkur? Herri, sko, fyrir þá sem að kveikja núna strax á Stöð 2, þá er Ellen í loftinu núna. Já, það er fínir þættir. Það er fínir þættir. Núna klukkan, hún er til, sýnist mér, 6:30, þá byrja fréttinnar. Ok. Það vil lengi missa þeim, við verðum að vita hvað er gerast. Það er alltaf gerast. Nú, klukkan 18:47, 17 mínútum, fréttiminn tekur reynglega 17 mínútur, þá eru íþróttir. Já, ok. Það eru hann í nokkra mínútur. Þú ert að fara rosalega náið inn í þetta.
Ég vil bara að þú vitir nákvæmlega hvað er að gerast. 18:54, Ísland í dag. Hvað heldur það sé lengi? 17 mínútur með auglýsingum. 19:11, veður. Frábært. Það er 9 mínútur. Það er allt að gerast, Það er rosalega nákvæmt. Já. Ok, nú fer þetta að vera svona aðeins svona, þú veist. The Big Bang Theory, klukkan 19:20 og af þeim þætti vill enginn missa. Nei. Held ég. Samanlega. 19:40. Ég hef aldrei hort á Big Bang Theory, en þar er þáttur sem ég hef hort mikið á. Modern Family. Já, æðislega þættir. Æðislega þættir. Huge fan. Phil og félagar maður. Hvað gera þið núna? Nákvæmlega, ég er huge fan. Já. 20:05, þá förum við heldur betur í söngýrin því að það er Glee. Annar þáttur af 22. Klukkan 20:50, þá er það Fairly Legal. Aldrei átt á. Er það eitthvað svona twist á... Nei, ég ætla ekki að segja það sem ég ætla að hugsa. 21:35 er Newsroom. Já, það er ekki að geða þettir. Er það? Já. Ég horfði bara á fyrsta þáttinn. Ríkalagur. Ok, ég kannski þarf að tjekka betur á þeim. Nú klukkan 22:30 er þátturinn Who Do You Think You Are? Eða hver heldur eiginlega og sért? Já, spurningar sem þú fær stundum. Já, klukkan 23:30 þá er annar Modern Family þáttur sem er örugglega úr síðustu seríu sem er, já, það er klukkan 11:30. Ég er ekki hættur auðviti. Nei, ok. Klukkan 23:55 þá er þátturinn Anger Management. Er það þátturinn með Charlie Sheen? Já, ok. Klukkan 20:12 er þátturinn Chuck. Nú klukkan 5:05 er þátturinn Burn Notice. Klukkan 10:02 í nótt. Já, þetta er komið gott, maður. Ég er alveg að vera búinn. Þá er sko, þátturinn Medium. Klukkan 25:03 í nótt. Það er mánudag, sko. Það er alltaf að sofa þá. Ég veit það. Þá er sko bíómyndin Jennifer's Body. Ok, reyndar gæti ég þurft að bíða eftir henni. Já. Svo veit ég líka að ég og þú erum báðir að fara sko klukkan korter yfir 4 í nótt á annan þátt af Fairly Legal. Já, ok. Og svo ætlum við, já, allavega er Allan vinnur okkar að gera það. Það var einhver að horfa að horfa Allan til 10 fyrirbáli. Já, svo að lokum klukkan 5 í nótt þá er það Modern Family aftur. Æðislegt, og þetta er dagskráin sem er í boði á Stöð 2 í kvöld. Bara að segja eitt, sko, það er Modern Family þátturinn frá því fyrrum kvöldið. Þannig að ef þú, sko, það líða þarna 8 tímar, þú vilt kannski rifja upp hvernig hann var. Þá getur þú horft hann aftur kl. 5 mínútur. Sami þáttur aftur. En Bjössi, gaman að fá þig aftur, hressandi að hafa þig hér þennan mánudaginn. Takk sem leys. Það er komið að lokum hér í okkur Bjössa. Rikki G mættur hérna í stúdíu og ætlar að taka við okkur og verður með okkur til 9 í kvöld. Sveppi Krull verður kominn heim frá Lübeck á morgun og hlakkaði til að hitta hann, endilega tekja á því. Við förum í lofti klukkan 4 eins og alla aðra virka daga. Til að enda þáttinn á örstuðnum skilabóðum og svo kemur lag hér með Frey sem heitir How to Save a Life. Takk aðeins fyrir hlustunni í dag og hafið það sem allra best þetta mánudagskvöldi. Takk fyrir daginn, Bjössi. Takk sem leys. TV er ný sjónvarpsstöð sem fylgir frítt með áskrift af Stöð 2. Sjóð heitir Stöð 2. FM 95 Blö. Á FM 95. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi.